Halló og velkomin í podcastið mitt, first episode. Eins og þið heyrið kannski, þá ég ekki komin nafn á podcastið, en mér langar að fara í eitthvað svona eins og Pink Flag podcast af því að mér fannst það ógeðslega cute. Ég spurði ChatGPT að sjálfsögðu hvað ég ætti að skýra þetta, en síðan fór ég að googla og það til eitthvað sem heitir Pink Flag podcast, en þau hættu 2003. Þannig að ég get bara sweep in í staðinn. En mér langaði að byrja á að kynna mig. Það örugglega mikilvægast af öllu. Ég heiti Alexandra og ég að verða 19 ára á þessu ári. Ég 2006 model og ég TikTokari. Vá hvað það fyndi eitthvað að kynna sig sem TikTokara. En ég TikTokari og langar að starfa við eitthvað tengt samfélagsmiðlum og ég bara að gera allt sem ég get til þess að verða áhrifavaldur, ekki bara eitthvað TikTokari. Þannig að mér datt í hug að byrja podcast. Ég búin að vera mjög lengi að reyna að byrja að gera podcast. Ég búin að vera að leita af gestum, co-host, en ég held bara að ég eigi að gera þetta ein og þá bara fá alls konar gesti til mín og þetta podcast á að snúast allt girly. Eins og TikTokið mitt, þá ég tek engu alvarlega. Það bara allt fun and games á TikTokinu mínu. Þetta allt bara eitthvað tengt að vera stelpa og mér langaði svolítið að hafa podcastið þannig líka. Mér svo gaman að hlusta á podcast. Don't get me wrong, ég alveg true crime junkie og ég bara, ef þið sjá heyrnartóla á mér, þá ég definitely að hlusta á bara eitthvað and he got murdered and put her in her trunk and slaughtered her, eitthvað svona dæmi sem að mér finnst samt alveg að hafa toll on my mental uppi. Ég að reyna að hlusta á önnur podcast sem snúast ekki dráp eða morð eða pyntingar eða eitthvað og búin að vera að hlusta svolítið mikið á podcast sem heitir A Better You by Fernanda Ramirez. Mér finnst það geggja, hún ógeðslega geggjuð, hún Fernanda Ramirez, finnst mér hún ógeðslega sæt líka. Got sidetracked. Vá hvað ég eitthvað að elska þetta. Ég bara eitthvað filming a podcast episode. Ég mun definitely hafa, ég að taka upp í kamera núna ef að þið ykkur að hlusta á Spotify, ég veit ekki hvort ég mun byrta þetta sko, en ég með myndavél í gangi og hún ekki á autofocus af því að hún fókusar ekki á mig, þannig ef ykkur að horfa á YouTube eða hvar sem að það hægt, ég mun þurfa að finna út af því líka. Ég bara að taka upp episode án þess að vita hvernig ég að gera neitt. Vonandi ég í fókus, ég nenni ekki að kíkja og byrja upp á nýtt. En það staðan. Ef ég kynni mig ennþá. Ég fædd í Flórída. Ég bandarísk, hálf bandarísk og hálf íslensk og ég fæddist í Flórída en ég ólst upp á Höfn í Hornafirði. TikTokari. Ég búin að vera að taka upp vídeo frá því ég var bara straight out of the womb. Ég held að myndavél, nei joke. Og bara virkilega búin að finna það hjá mér að ég eigi að vera að gera eitthvað í samfélagsmiðlum tengt vinnu. Þú veist, ég að reyna að byggja mig upp á TikTok og reyna að fá samstörf og reyna að fá borga fyrir þetta á meðan ég í dagvinnunum minni sem mjög chill, love that. Ég tónlistarkona líka. Ég kann á mjög mörg hljóðfæri og ég æfði á þverflautu alveg bara í 7 ár. Og tónlist var alveg my whole personality einu sinni. En núna ég eiginlega bara svona búin að drift apart from that. Ég samt alveg ennþá að vinna í tónlistin minni. En ég æfði á þverflautu og þú veist, ég á hljómborð, ég á gítar, ég á bassa. Ég kann á trommur og ég kann á þetta allt. Og minnst mjög gaman að semja tónlist og eitthvað, en ég bara, mér líður eins og tónlist hjá mér alltaf svona phase. Það kemur alltaf inn bara þegar það á að koma inn og það fer þegar ég vil taka pásu. En ég hef alltaf tónlistina. Hljómsveitin mín vann músíktilraunir 2003 og bara eftir að hljómsveitin hætti þá hef ég ekkert verið að gera neitt í tónlist nema mér langar svo að vera rappari.
Oh my god, mér langar svo að vera rappari. Ég gerði lag með Nuclear Nathan, shout out á Nuclear Nathan, hann æði. Við gerðum lag og hann örugglega bara ennþá að vinna í því, hann mun örugglega birta það þegar það er tilbúið. Ég mun definitely auglýsa það. Ég bara að romanticisa það að vera 19 ára, ok, ég er 18 ára, en ég að lifa 19 ára árinu mínu. Ok, anyways, ég bara að romanticisa það að vera unglingstelpa. Af því að this don't stay forever, baby. Ég verð líka 20 á næsta ári. Ég var 17 fyrir korter, sko, ég segi þetta við alla, ég var 17 fyrir korter, en það actually satt, ég bara nýbúin að eiga 18 ára afmæli og ég var 20 á næsta ári. Nei, ég get ekki sagt við það, þá get ég ekki sagt að ég er unglingstelpa lengur. Það literally my whole personality að vera unglingstelpa. En, já, ég bara romanticisa, þetta afsökunin mín, ég bara literally bara að taka upp TikTok-vídeó, drulla mér í vinnuna sem ég bara að tala snirtifurur. Ég bara living as a teenage girl og ég bara elska það og já, og TikTok mitt snýst allt það bara að vera gælla. Ég posta bara alls konar vídeóum, ég posta förðunar get ready with me vídeóum, ég posta hauls af því að ég alveg með chronic shopping addiction, ég alltaf að kaupa mér eitthvað, minnst ógeðslega gaman að horfa á hauls líka. Síðan ég líka búin að vera rosalega mikið í ræktinni og hef verið að gera smá series tengt því út af því að ég bara nýflutt í bæinn. Flutti í bæinn á þessu ári 2005 og já, ég bjó alltaf bara út á landi. Þannig að þegar ég fór fyrst í work class, ég var að skýta í mig. Og ég man bara eftir þessari tilfinningu því ég var búin að fara á æfingunni og ég var bara eitthvað, I'm on top of the world af því að ég náði að fara í ræktina sem að fólk gerir bara daglega og núna ég þar, skilur, ég fer í allar stöðanarina án þess að hugsa mig skilur, en ég bara man eftir hversu erfitt það var að fara í ræktina og núna ég að byrja series sem heitir á TikTok sem heitir, þú veist bara, þessi world class rækt shy girl friendly og ég búin að fara í Laugar og Ögurhvarfi og þetta, þú veist, bara þessi 2 vídeó eru bara mjög mikið views á þau með við allt hitt hjá mér sem finnst bara geggjað og og ég fer næst á vellina, ég bara, ég veit ekki hvernig að taka upp en já, það að fara að koma fleiri parts. Ég bara rosalega upptekinn og líka Katarína sem ég tekið þetta upp með, hún í útlöndu núna og mér langar ekkert að fara með neinum öðrum, en svo skemmtilegt að fara með henni. Altså, hún veit svo mikið hún bara gym girl, ég skilur, þannig að við bara tölum hvað okkur finnst og síðan tökum við upp og það ógeðslega gaman. Þannig, já, ég tek upp næst velli ef að einhver hlusta sem að horfir á þetta og já, þannig að ég bara að reyna að hjálpa the girlies out there að fara í ræktina og þetta hljómar ógeðslega svona, þú veist, getur ekki fara í ræktina en þú veist, þetta actually alveg freaking mikið struggle. Vá, ok, ég ætla að reyna að blóta ekki í þessu podcasti. Það alveg málið það? Ok, period. Hvað hef ég verið að gera meira? Síðan elska ég að ferðast. Jesús. Ég að fara núna til Boston eftir 2 vikur. Þið veit ekki hvað ég mjög spennt. Oh my god, ok, ég má ekki blóta. Ég ætla ekki að blóta. En þið veit ekki hversu spennt ég Jesús minn. Að fara frá þessu landi. Ég veit að ég nýflutt í bæinn. En núna langar mig að flytja frá Íslandi. Það næsta dagskrá, að flytja frá Íslandi og prófa bara eitthvað nýtt. Af því að bara Ísland mentality, ég síðan ekki controversial gæla, en ég ætla að reyna ekki að segja neitt til þess að láta mig vera cancelled eða bara eitthvað sem actually my opinion sem að fólk getur alveg haft skoðanir á, en þannig ég ætla bara að reyna að stay out of all controversies. Þess vegna ég alltaf bara að gera eitthvað, þú veist, gym review, prófa þessa förðunarvöru, sína þessa sturtusápusikilur. Ég geri ekkert svona eitthvað það serious, ég heldur ekki þannig típa, ég að reyna að vera ekki þannig típa, ég alveg I can hold a grudge, sko, og I can hold it for long, en þá það alltaf bara svona að liggja á hjartanum mínu gett lengi, skilur, bara eitthvað, ég pirra út í þig og ég get ekki sleppt hlutum stundum, en
ég bara að reyna að vera meira carefree í lífinu af því að nothing's that serious. Nothing is that serious for real. Þetta á líka við með TikTok. Nothing's that serious. Þú veist, ef einhver kommentar eitthvað eins og ég gerði TikTok-vídeó í gær eitthvað, ég gera podcast og einhver skrifa bara eitthvað nei. Eða einhver skrifaði eitthvað já, væri geggja og myndir fallbeygja rétt og eitthvað nota réttu málfræði og ég á bara eitthvað, þú veist, babes. Og líka manneskjan hét eitthvað prumpsund og var ekki með prófælmynd og var með þú veist, var að followa einn. Þannig að þú veist, þetta bara eitthvað botti, skilur, og þetta bara eitthvað sem að myndi ekki segja þetta við andlitið á mér. Nothing is that serious. Mér drull. Hvað fólki finnst það að ég sé að posta TikTok-vídeóum, að ég sé að gera podcast, að ég bara eitthvað living. Ég literally a teenage girl. No one gives a... Oh my god, hvernig á ég ekki að blóta? Ok, anyways. Já, by the way, ég bara ekki það góð í fallbeyingu. Shitturinn. Ég alveg búin að vera að jappa og myndavélin mín slökkst á og tölva mín líka og ég á bara eitthvað nei. Anyways, ég held að ég sé fullkomin í podcast. Sorry to toot my own horn. Segir maður það ekki. En djúðlega er góð í að jappa bara. Okay, I actually love this. Ok, förum bara yfir í mína uppáhaldsbók. Þetta er bara my content book. Ég er búin að vera að skrifa niður hvað þetta ætti að heita. Það verður komið nafn á þetta þegar ég posta þessu obviously, en gerum þetta bara svona. Ok, förum yfir hugmyndirnar sem að ég er búin að fá. Ja, hvaða hugmyndir? Oh my god, hvað er ég að segja? Hvaða hugmyndir fyrir nafn? Hvaða nafna hugmyndir ég er búin að fá? Jesús, þið veitir hvað ég er að tala um. Ok, Pink Flags. Mér finnst það æði, en mér finnst það ekki æði á íslensku. Bleik flögg. Bleikir fánar. Ég sæki þig á bleikum reins. Ok, anyways, hérna Pink Flags, það er til en þau hættu 2003. Fyrir gælurnar, bara fyrir gælurnar. Bara það nafnið, bara fyrir gælurnar. Það er alveg cute, finnst mér. Gælu spjallið, það er til gælukast. Mér finnst það svo mikið copyrighted, sko. Hún þarf að fara að kæra mig eða eitthvað því að þetta er mjög svipað. En mér finnst gæluspjallið alveg cute. Síðan var ég búin að skrifa allt gælutengt, af því það er my motto á TikTok. Allt gælutengt, þú veist, alls konar gælu TikTok. Þannig að allt gælutengt. Mér finnst það ekki nógu flott podcast. Og síðan, já, bara Pink Flag gæla / girly. Pink Flag gæla. Já, Pink Flag gælur. Ég veit það ekki. Það verður væntanlega komin upp þegar ég posta þessu. En, já. Og síðan var ég búin að skrifa niður svona topics, þú veist, hvað byrjar íslenskan, hver þáttur á að vera og fyrsti þátturinn verður væntanlega bara intro, kynning og hvað þetta snýst um. Þetta snýst bara unglingstelpur að jappa. Minnst það bara æði. Og síðan var ég komið með nokkrar hugmyndir og nokkrar gestir sem að ég væri til að fá og ég vil ekki gefa það upp right now. Þannig að ég ætla bara að segja nokkrar hugmyndir sem að snúast ekki að hafa gest. Ok, bara heill þáttur að romantisæsa allt af því að þetta er svo mikilvægt, sérstaklega á Íslandi. Jesús Kristur, þetta er svo mikilvægt að romantisæsa lífið sitt svo við verðum ekki all þunglind hérna á Íslandi. Ok, small town mentality, ég er að fara að vera cancelled, sko. En það væri ekki að fá eitthvað sem að bjó utan að landi líka og tala bara the small town mentality. Ég er búin að búa í bænum núna í hálft ár og ég held að ég hef aldrei vaxið. Ég hef aldrei vaxið sem manneskja jafn mikið og á þessum 6 mánuðum, þú veist, frá 9 til 13 ára ég var örugglega svona að þroskast minna heldur en ég er búin að þroskast núna af því að, Jesús, hvað maður þroskast mikið á því að fara frá bænum sem að maður hefur alltaf búið í. Ok, ég ætla að save this for the next episode.
að vera áhrifavaldur, það með gest, ég ætla að reyna að fá eitthvað gest inn á það, að vera áhrifavaldur, þú veist, eitthvað actual áhrifavald. Þegar maður var krakki, mér var bara þetta í hug, mér datt þetta bara í hug af því að þetta bara svona hugleiðslu, það sem ég búin að vera að hugsa en ég ætla ekki að give it away af því að ég veit alveg hvað ég að fara að segja. Og síðan manifestation, af því að manifestation virkar, guys, það virkar. Og það, I'm gonna leave it at that, sko. Og síðan bara baktal og stelpudrama / sjálfsálit, þetta allt svona snýst mjög mikið þetta gellu core, þú veist, allar stelpur hafi farið í gegnum það, farið í gegnum baktal, eitthvað stelpudrama og bara að vera stelpa, þá þarftu bara sjálfsálit, það bara, þetta allt það sem að snýst að vera gælla. Gym fright, bara eins og ég sagði áðan með ræktina og síðan að vaksa í sambandi, þá verð ég til í að fá eitthvað sem að hefur verið í sambandi bara mjög lengi og bara frá þau voru börn og bara núna og hvernig þau hafa vaxið í sambandinu. Ok, þetta voru alla hugmyndina mínar. Ég vil kannski ekki hafa þennan þátt eitthvað langan. Guys, svona verða þættinir. Ég vil nefnilega bara bæta íslenskunum mína meira bara með því að tala um mig sjálfa heldur en ég hef gert alla mínu grunnskólagöngu. Anyways. Já, og ég segi eitthvað meira. Ég var bara að hafa þetta short and sweet. Ok, kannski aðeins lengur. Kannski ég kynni mig aðeins betur. Ég held að fólki búið að kynnast mér alveg nógu mikið í gegnum þetta núna. Þið hafi kannski einhverja ímynd á hvernig ég og líka, guys. Ok, ég ætla að segja smá skemmtilega sögu. Ok, ég flutti í bæinn og ég er búin að eignast mjög margar nýjar vinkonur og mér var stókslega fyndið og ég stalli og hlusta hver þetta og hún sagði eitthvað tíman, ég man ekki hvað ég var að gera, við vorum að fá okkur að borða eða eitthvað og ég var bara, nei, ég má ekki borða þetta, eitthvað blablabla, af því ég er að reyna að vera in my healthy girl era og hún segir bara eitthvað, ertu í alvörunni að gera þetta? Ég held að þetta væri bara fyrir TikTokið og guys, I'm gonna say it right here. Allt inn á social mediainu mínu, ok, ekki allt endilega, þú veist, ég stage alveg sumt. Ok, ég er calling myself out, en það sem ég ætla að segja, ég er mjög real, þú veist, þetta er bara ég. Ég er ekki að feika eitthvað persónuleika. Ég er ekki að feika persónuleika á netinu, ef það er rétt. Endilega bara kommenti allt vitlaust sem ég segi, af því að these people in my hate comments, sko, þau eru bara að hjálpa mér í íslensku. Anyways, ég er bara, this is the real me. Jesus Kristur, girlies. Hljóðið var ekki að taka upp, þannig að, ég man ekki alveg hvað ég sagði eftir að hætti að taka upp. En, þetta cut einmitt það sem ég segi, this is the real me. Og það er bara the moral of the story. Ég er ekki að feika þennan persónuleika, ég er bara svona. Og er ég að taka upp á myndavélina? Ég veit ekki, þetta er svo flókið. Ég þarf cameraman, guys. Jú, þetta er að taka upp, ok. This is the real me og ég ætlaði bara að leave it at that. Bara fyrsti þátturinn búinn. Endilega bara gefa mér ykkar álit, ykkar tips, ykkar svona uppástungur, topics, gestir, bara hvað sem bara leave a comment, sama hvort þetta sé á YouTube eða Spotify, getur maður kommenta á Spotify, ég veit það ekki alveg. Og takk fyrir að hlusta á þennan podcast þátt, þið munuð vita hvað það heitir á undan mér. Þegar þið eru að hlusta á þetta þá verður komið eitthvað nafn á þetta. En takk fyrir að hlusta. Ok, bless.